Einföldum þetta bara alveg. Segjum sem svo að ég sé 25 ára með 400.000 krónur á mánuði í laun. En í stað þess að setja launin beint inn á reikningi minn, þá tek ég 4% og set inn á séreignarsparnaði minn. En þar sem ég tek 4% og legg inn á séreignarsparnaði minn, þá það í lögum að vinnuveitandi minn verður að leggja minnstakosti 2% á móti. Þannig að ég fæ basically 2% launahækkun. Ok, nú á ég séreignarsparnað, geggjað. En hvað get ég gert við hann? Það í rauninni tveir möguleikar sem koma til greina. Annars vegar get ég haldið áfram í smá tíma og nota svo séreignarsparnaðinn upp í innborgun á fyrstu íbúð skattfrjálst. Eða ég get haldið áfram á fullu að safna alveg þangað til ég hætti að vinna og þá, þegar ég orðin 67 ára, þá getur séreignarsparnaðurinn minn verið komin upp í allt að 58,9 milljónir. Og það besta við þetta að aðeins 13,9 milljónir af þeim peningur sem ég sjálf lagði fyrir, en restinn, eða 45 milljónir, peningur sem kom frá bankanum fyrir að geyma peninginn og vinnuveitendunum mínum. Það ekki að vera flókið.